Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að tala list og rusl. Ekki nokkurn veginn á réttri leið með þá kenningu? Jú, rusl svona, ég vil síður nota orðið rusl en afganga. Afganga, já. Af hverju viltu frekar nota orðið rusl en afganga? Nei, ég nota frekar orðið afganga. Já, afganga, já, fyrir ekki. Og af því að þetta orðið eitthvað annað, og ég held að í rauninni rusl varla til lengur. Nei. Í heiminum í dag. Nákvæmlega. Og kannski bara... Og ætti ekki að vera. Já. En segðu mér aðeins frá, þú ert að opna, eftir því sem ég kemst næst aldrei sérstaka sýningu. Hvað þema hjá þér? Hvað ertu búin að vera að gera? Ég er búin að vera að safna afgöngum af eigin neyslu í dálítið langan tíma. Og ég er að sýna, ég kalla þetta einkasafnið. Þetta er mínum persónulegu afgangar. Já. Og ég er að sýna það í Ketilhúsinu á morgun, klukkan 3. Og hvað ertu búin að safna afgöngum lengi? Ég byrjaði á þessu svona markvisst svolítið 2001-2002. En samt var það það byrjaði bara á umbúðum og helst bara á pappír. Og svo fór þetta smá saman að vinda aðeins upp á sig. Já. Þetta hlýtur að vera gríðarlegt magn. Í rauninni er þetta ekkert svo ofaslega mikið. Ég er náttúrulega viðurkenna að það eru hlutir sem ég myndi geta safnað sem ég safna ekki. Já. Til dæmis, ég hendi alltaf plastflöskum og svoleiðis. Já. Ég hef reynt að safna þeim en einhvern veginn hef ég ekki náð. Já. Okay. Þetta verður líka svolítið persónlegt á endanum þannig að það fer einhvern veginn ekki alveg allt í safni. Nei. Ekki ennþá allavega. Nei, nákvæmlega. En hvernig eitthvað sem kom þér á óvart þegar þú náttúrulega hlýtur að byggjast upp einhver hugsun þetta bara hvað er ég að láta frá mér? Já. En eitthvað sem að eftir ákvörðunin og í ferlinu hefur komið þér á óvart við þína persónulegu upplifun á afgöngunum? Já, þetta verður þetta svona breikkar. Þegar ég byrjaði á þessu 2002 var ég mjög lítil umræða umhverfismálin og allt það, sko. Þá þótti flestum þetta bara mjög skrítið. Já. Og ég svo sem byrjaði svolítið út frá þessu sjónræðina, sko, að horfa á umbúðir, sko. Já. Ég var ekkert endilega að pæla í umhverfinu, ekki þannig, sko. Nei. Það var meira svona hvað er það sem ég skil eftir. Já. Bara út frá svona persónulegu, svona einhvern veginn, vildi fá einhver svona stærð í það, hvað er þetta allt sem maður er að henda, sko. Já. En hvað? En svo náttúrulega, núna er þetta orðið hálfgerst umhverfismál líka fyrir mig, sko. Algjörlega. Þannig að þetta er svona... Það er einhvern veginn þessi svona, ég upplifði stundum að maður bara sé fæddur við að hlutir bara birtist og hverfi. Svona í ruslinu. Já, ég er líka farið að hugsa það, sko, við erum svo góð í að fela þetta, sko, sem er náttúrulega líka nauðsynlegt í sjálfu sér, en við þurfum ekkert að hugsa það. Nei, nákvæmlega. Við þurfum ekkert að pæla í því. Nei, maður bara hendur þessu hér og það bara hverfur. En það náttúrulega sjálfsögðu er ekki þannig í heiminum að eitthvað hvorki birtist niður hverfi. En þú ert með dæmi hérna, eins og... Já, ég er með. Ef að kíkja eins á þetta, hvað ertu með hérna? Þetta eru þurrkaði tepokar. Þessi notaði tepokar. Já, og skulum sýna vélinni þetta hérna. Þetta er 1 kassi af svoleiðis. 1 kassi af svoleiðis? Áttu marga? Ég á slatta. Þessi kassar eru bara svo skemmtilegir, finnst mér. En þú veist, en þetta er, þegar maður horfir á þetta svona... Þetta tekur svolítið stund. Þetta tekur, þegar maður horfir á þetta samt svona... Já. Þetta er bara teið sem þú ert búin að drekka. Afgangarnir af því. Já. Þetta er svona úr mínu eldhúsi, getur þú sagt. Já. Ekki lofa að ég hef drukkið allavega. Nei, ekki þennan, ég sé það. Nei. En hvernig er það hlýtur að vera svolítið, þegar maður sér þetta svona og tala nú ekki fleiri kassa og jafnvel marga kassa og þetta eru bara tepokar. Þetta svona fær mann pínu til að... Nákvæmlega. Þetta er öðruvísi heldur en að fá sér bara 1 te og svo hverju tepókin. Já, þetta er það, sko. En áttu dæmi hvað er fleira? Þú ert með tepoka og hvað... Á sýningunni núna er ég eiginlega að leggja mesta áherslu á föt. Já. Þannig að það verður mest af fötum.
Svo það vídeóinnsetningar þar sem ég að gera við líka. Já. Flíkur. Allt í höndunum. Já, já. Og svo eru svona sýnisotn af tepókonum og hinn á þessum afgöngum. Eins og hverju? Það hellingur af til dæmis súrmjólkur fernum og alls konar. Já. Alls konar svona pappa. Hvað viðbrögð færðu frá fólki þegar þú ert að segja þeim frá þessu og hvað þú ert að gera? Nú það bara mjög góð viðbrögð. Sko. Já. En fyrst var þetta svolítið erfitt. Þú voru alveg verið að samfæra að þetta væri list, sko. Já. Og þannig að, og líka, sko, í fyrstunni vissi ég sjálfur ekkert, það svolítið skrítið að maður að gera eitthvað sem var ekki beint fyrirmyndað. Það þarf maður einhvern veginn að koma orðum að því, hvað maður að gera. Nákvæmlega. Og það var erfitt, sko. Nákvæmlega. Bara einhvern veginn komst ekki í kringu það nákvæmlega hvað þetta væri. Því ég vissi það í sjálfsög ekkert almennilega sjálfur, sko. Þannig að það eiginlega þróaðist með þér bara líka, já. En í dag þetta, ég geta ímyndað mér að 2001 að þú hefði fengið bara svipur og verið geimvera þegar þú væri að vissu leyti, já. Heimurinn þróast ansið fljótt. Já, það mikið breyst. En þetta mikið magn, hvað skilur, hvað ætlar meðal manneski að skila af sér miklu magni af afgöngum á ári? Það gríðarlegt, sko. En á sama tíma, sko, ef maður að safna þessu, ég safna öllum umbúðum, þær eru bara flattar út, sko. Já. Og þá tekur þetta kannski ekki það mikið pláss? Nei. Hvar geymir þetta samt? Ég verð að fá að vita það. Bara heima hjá þér, eða? Ég geymi þetta á getum stað fram fyrir því. Já, ok. Í gamalli hlöðu. Já. Eins og Nákvæmlega. Þetta algjör sniðt. Það verður, ég veit að verður dálítið svona líf og fjör í Listagilinu og Akureyri á morgun. Það verður það. Það eru ekki margar, veistu hvernig þetta er? Ég veit að það eru margar sýningar. Ég veit nú ekki nefnum 2, en það gæti verið fleiri. Ég bara hef ekki haft tíma til að setja mig inn í það. Já, nákvæmlega. Þannig að ég veit allan að það verður örugglega gott að fara rúnt inn þar. Þetta skemmtilegt. Ég held að, en þetta líka svona eina af þessum sýningum eins og svo ofta. Það nú erfitt að segja frá þeim bara sitjandi í sófa og upplifa það. Fólk þarf eiginlega svolítið svona að kíkja í heimsókn á þig á morgun. Já. Það ekki? Jú. Þetta náttúrulega, sko, þetta alltaf glæsilegar opnir í safninu, sko. Það bara mjög gaman að koma. Svo lítill gjörningu líka, þannig að. Og klukkan hvað opnar? Opnar klukkan 3. Já. Snilldin ein. Bara verður gaman að kíkja á þig. Takk fyrir að koma með tepókana. Já, takk fyrir mig. Já, maður verður að kynna efnið, sko. Nákvæmlega. Takk fyrir komin og við heldum bara áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.